Góðan daginn. Þá er það kaflinn börn og bækur sem 8. kafli og þar verið að fjalla gildi þess að lesa fyrir börn og halda bókum að þeim. Uppeldisgildi bóka mjög mikið eða talið mjög mikið og það aðalega varðandi málþroska, orðaforða og færni í ritun og tilfinningatengsl, undirbúning fyrir lestranám. Samkvæmt bókinni þá taka sjónvarp og tölvur meiri tíma á kostnað bókarinnar og það hefur ekki minnkað. Þessi tími sem að fer í þetta hefur ekki minnkað frá því að þessi bók kom síðast út 2008. Því að það hefur heldur aukist ef eitthvað sem bækur eða bókalestur hefur minnkað meira heldur en hér talað. Gildi bókalesturs talið fjölþætt. Það náttúrulega róandi. Þegar bara börn koma heim eftir dagsins, það mjög róandi að geta sest niður og lesið. Það alls konar fyrirmyndir í bókunum sem geta kennt börnum margt, til dæmis lausnir ýmissa mála, hvernig hægt að komast yfir erfiðleika, leiðir varðandi samskipti og fleira. Það öflugt tæki til að efla þekkingu og orðaforða og helsta einkenni námserfiðleika, það slakur orðaforði. Þannig orð uppspretta alls. Ef maður hefur ekki nógan orðaforða, að þá á einhverju stigi í námi, þá lendir maður dálítið upp í vegg. Þannig að lesturinn, eða lesa bækur fyrir börn, getur haft bara gífurlega áhrif í þá átt að auka orðaforða og annað. Og í dag til dæmis eru til fullt af bókum, sem hann lítið talað það þarna, en það til fullt af bókum sem að fjalla til dæmis kvíða barna, sorgarviðbrögð barna og annað, þar sem að þau geta lesið önnur börn sem í svipuðum aðstæðum, sem getur hjálpað þeim mjög mikið við ákveðin mál. Flokkun barnabóka, þær hafa til langs tíma alltaf verið flokkar eftir því hvaða aldurshópi þær ætlaðar. Það sem sagt bækur fyrir lítil börn, sem myndspjalda eða harðspjaldabækur. Það myndabækur þar sem þau eiga að benda á myndirnar eða opna flipa eða eitthvað svoleiðis. Bækur fyrir læsa barnið, sem þá stuttir kaflar, sem oft eitthvað þröngt svið eða efni, einhver ævintýri, stutt ævintýri. Og síðan það bækur fyrir stálpubörn, þar sem samfelldur söguþráður og spenna. En það minnum það sem þessi stuttu kaflar, þá það yfirleitt bara eitthvað, sem það ekki löng saga með söguþræði. Barnabækur fyrr og nú, að þetta rakið 200 ára aftur í tíman, samkvæmt Vibeke Stibbe, sem norsk kona sem hefur gert á þessu mikla rannsóknir. Og hún segir í sínum rannsóknum að þetta megi rekja til þessara breyttu viðhorfa, megi rekja til þegar bókin Emil kom út, bók Rousseau, af því þar kemur fram að börn ekki litlir fullorðnir og börn hugsa ekki eins og fullorðnir og þau þurfa svigrúm til athafna og þroska á sínum eigin forsendum. Þannig að það þýðir ekki að bjóða börnum alltaf upp á efni, hvort sem það námsefni eða bækur eða annað sem fyrir fullorðna. Og í kjölfari af þessu þá koma barnabækurnar fram. Það voru nokkrir sem voru að semja bækur fyrir tíma Rousseau sem voru ætlaðar börnum, eins og til dæmis Comenius. Hann gerði myndabók fyrir börn þar sem að hann var með myndir af ýmsum hlutum og það voru tölur og þetta var bæði á latínu og móðumáli barnsins. Þannig að þau áttu að geta lært og tengt við 2 tungumál. Hins vegar að það voru bækur á hans tíma, þegar þessar bækur að koma út, þá þær munaður. Þær bara fyrir ríka, þannig að það ekki víst að mjög margir hafi lesið þessar bækur. Algengasta þemað ævintýri og sígildur boðskapur þeirra, það sem gott og illt tekst á og það góða vinnur að lokum. Lesefni barna á Íslandi á fyrri tíð að kirkjan sá alfarið bókaútgáfu. Þannig að þetta voru mestmegnis guðsorðabækur og síðan voru það eitthvað þjóðlega bókmenntir, þar sem lesið var á handritum frekar heldur en prentuðum bókum. Veraldlegar sögur eins og ævintýri og rímur nutu vinsælda meðal fólks og svo voru það sálmar og vers. Og mikið af þessu efni var kannski ekki lesibeint, heldur það var svona meira bara í minni fólks.
En það voru þessar þjóðsögur og það voru kirkjusögur. Og þetta hefur breyst að. Í bókmenntunum eru 3 stefnur. Það er upplýsingastefnan, þar sem er fræðsla, það er rómantíska stefnan og þar eru ævintýrin og síðan er það raunsæi, þar sem söguhetjurnar eru vanalegt fólk að lenda í vanalegum bara málum, erfiðleikum og alls konar, ekki erfiðleikum og alls konar. Tegundir og gildi bóka að augu fólks hefur opnast mjög mikið fyrir gildi góðra barnabókmennta og hvað það skiptir rosalega miklu máli að það sé lesi fyrir börn og rætt efni bókana. Það er ekki bara það að setjast niður og lesa, heldur það líka að ræða hvað sagan snerist eða bókin. Í gamla daga, má orða það þannig, að þá voru bækur, þeim var algjörlega skipt í stúlkna og drengjabækur. Og það var til dæmis eins og bækur Nancy og það voru alls konar bækur konur eða stúlkur sem voru að læra hjúkrunarfræði og lenti alls konar ævintýrum og strákabækurnar voru Frank og eitthvað. En það voru náttúrulega líka bækur sem voru fyrir bæði stelpur og stráka, eins og ævintýrabækurnar eftir Enid Blyton sem hafa fengið mikla gagnrýni í seinni tíma því það eru alls konar hluti þar sem ekki teljast góðir í dag, en þær voru náttúrulega bara bækur síns tíma. En það hefur dregið úr því að það séu gefnar út svona sérstakar stráka og sérstakar stelpubækur. Nú eru þetta bara barnabækur og þetta eru ævintýri sem eiga við báða. Það væri skemmtilegt verkefni til dæmis að taka hvort að eins og í þessum barnabókum sem eru fyrir bæði kynin, hvort þau séu meira byggðar á strákasöguhetjum eða stelpusöguhetjum, það getur verið ágætisverkefni. En bækur er líka skipt í leynilögreglusögur, eða leynilögreglusögur er ein tegund, teiknimyndasögur, úlingabækur og ævintýrabækur. Og það hefur dregið úr því að börn lesi. Við getum ekkert neitað því. Þau eru hins vegar að lesa oft annað efni heldur en bækur. Hins vegar að þó þau lesi, ef við horfum á það að þau séu að lesa alls konar efni á netinu og annað, að þá er kannski þar ekki mikið sem ýtir undir orðaforða. Af því orðaforðin eða orðafærið á þessum síðum þar sem þau eru, eins og í alls konar tengt tölvuleikjum og annað, að það er kannski alltaf sömu orðin. Þannig að þau bæta svo sem ekki svo miklu við nýju. Áttu ykkur á hvað ég meina. En þetta verður ekki lengra núna, við bara klárum þetta hér.